Verið velkomin til okkar í kaffispjallið. Til mín komin hún Guðbjörg Olga Kristbjörnsdóttir. Hún prentsmiður og formhönnuður og hefur áralangar reynslu af ráðgjöf til viðskiptavina. Öllu því sem við kemur umbúðum og því líku. Já. Og þú ert vel vopnuð. Já, ég kom með nokkra svona hluti. Já. Það var bara, aðeins kíkja á þetta. Já, við kíkjum á þetta, ætlum aðeins að fikta í þessu eftir og spjallum þetta. En mér langar til að spyrja þig, hvers vegna umbúðunum? Hvers vegna valdir þú að leggja það? Sko, það var eiginlega, þannig sé ekki mikið valbeint. Það var eiginlega bara vandað upp í vinnu. Sko, ég kom náttúrulega bara inn, ég byrjaði í stafrænni prentun, í prentmetóda. Og sem sagt, var þar, en síðan bara barst mér, hjónin þau gáðu mér tækifæri bara til þess að það vantaði var laus staða umbúðum að byrja að þjálfast í því. Ég var alveg til, mér langaði alveg að testa þetta og sjá hvernig þetta og síðan finnst mér þetta bara mjög gaman og eins og ég segi, þetta búið að þróast núna ár eftir ár og maður alltaf búin að vera nokkur ára inn í þessu alveg, þannig að... Nú er svo komið að þú ert nú bara orðin eins og allra reynslumesta á íslensku markaði og þetta geiri sem í miklum vexti, þú veist, út í heimi og líka hér heima. Algjörlega. Hvað að gerast? Það bara, fólk að reyna að fara úr plastinu sem bara við tökum fagnandi. Við viljum náttúrulega bara hafa þetta sem umhverfisvænast þannig að fólk vantar ennþá umbúðir utan vöruna sína og þannig að það skilur eftir þann pakka. Fólk kannski oft mikið í svona stafrænu lausnu varðandi ef það er að prenta einhverja ritgerðir eða eitthvað svoleiðis hluti eða áskýrslur eða eitthvað. En þegar kemur umbúðum þá getum við ekki alveg farið í rafrænu leiðina með það. Þannig að þá það búið að auka svolítið til þess að hafa þetta eins umhverfisvænt og allt þetta. Þannig að það svona, við finnum alveg fyrir því í bransanum, sko. Og í náminu, þú veist, var eitthvað í náminu sem að kallaði á þig? Sko, ég útskrifaðist 2009, það var ekki mikið eitthvað umbúðatengt þar, alls ekki, sko, en mér fannst samt, mér har alltaf fundist þetta alveg samt skemmtilegt, þetta svona púsl, ef þú hefur áhuga á svolítið svona, hvað ég segja, svona challenge, að þá, að því að stundu kemur fólk með alveg ótrúlega erfiðar, sko, útfærslur því að við þurfum að hugsa svo marga hluti, það fattar kannski ekki alltaf að það þarf að hugsa A, B, C, D, alveg milljón faktora til þess að þetta gangi allt upp, svo þau verða ánægð líka með vöruna og svona. Það svona, já, eins og ég segi, maður þarf að skýra oft framleiðsluferlið út fyrir þeim og svona. Já, þá, við erum með alveg góð dæmi hér framleiðsluferlið. Ég hef nú áður dásamað þessar umbúðir og vissi þá ekki að þú hefðir fundið þessa lausn. Já. Vegna þess að þú fékkst viðskiptavin til þín að sjálfsögðu eins og alltaf og það var ákveðin fyrirmynd af því þetta svona þetta mjög gæðalegt og þú fékkst þetta í hendurnar og segðu mér, hvernig var ferlið? Hvað þurftu þú að leysa? Ég fékk frá kúnna og hann kom og sagði ég ætla að vera með svona fleig og kom með erlendar umbúðir bara úr Hagkaup eða eitthvað eins og við fáum rosalega oft. Og ég sé strax sko að umbúðin sem hann kemur með eins og við kallum svona vélpakkað. Þá þetta bara kannski stór verksmiðja út í heimi sem með sérvél sem sko sérstaklega hönnuð til þess að líma og pakka ostinum inn í þessar umbúðir. Og kannski milljón upplag. Milljón upplag kannski og það ekki að fara að ganga upp í eins og límingavélarnar okkar til dæmis. Og því það þarf að vera alveg sérgert fyrir það. Þannig að þá þarf ég að finna einhverja lausn af því að eins og þessir ostar eru gerðir í 2000 tali og það enginn að fara eitthvað að handlíma öskjurnar saman og eitthvað svona algjör geðveiki sko. Og líka fyrir framleiðslu hjá þeim þegar þeir taka við öskjunum að það sé einfalt fyrir þá sko, þeir fá til dæmis öskjuna svona til sín, hún er alveg flöt og eins og þeir þurfa að gera þetta. Akkurat. Og reynda að leggja niður fyrir ekki, þetta uppi en það voða easy. Setja ostin í, síðan setja límið niður og þá það bara ready. Í staðinn fyrir að þau þurft að handlíma allt, þannig ég þurfti að finna út hvernig kemst þetta í gegnum vélarnar okkar. Það snýst alltaf það, þetta svona gangi upp, ég veit ekki hvað ég að fara djúpt í það svo sem sko, en það snýst rosa mikið sko, þess að sér þetta komið svona að ná að fletjast út og síðan sko varandi hæð og svona breyta að það komist í gegnum vélina og svona. Og ég loksins með samvinnu við Gunnar sem svona smíðastansa og á límingavélinni hjá okkur og fundið út að þessi gæti gengið upp í alla vélar og allt þetta þannig að þetta væri sem þægilegast fyrir konan og kúnninn var allan sáttur þannig að við gátum redda þessu fyrir hann. En þess að ég segi, við lendum mjög oft í þessu að
og mjög skiljanlega að fólk kemur inn með vöru sem maður sér eitthvað stort í búðu fyrir eitthvað, þú veist, fyrir serióspakka eða eitthvað sko og þá fattar ekki, já þetta er sko í milljón eintökum og það er sérstaklega vélar sem gera þessa vöru fyrir þennan aðila. En við þurfum að reyna aðlaga og reyna að finna, getum við ekki gert eitthvað svipað eða hvernig getum við reddað þessu sko, eins og íslenska leiðin að redda. Það besta við lausnina sem að þú fannst hér er í raun og veru endingin bara betri. Já. Þannig að þetta eru þessi hugmyndavinna sem að þú fóst í, að hún að skila svo og hún nýtir þetta pappirinn líka betur sko. Og nýtir pappirinn betur. Það skiptir öllu máli líka að það sé góð nýting á pappír. Akkurát. Þannig að það sé minna fyrir kunnan að borga og allt svoleiðis sko. Minni sóin. Þetta er nú alveg til fyrirmyndar. Þannig að það erum við alltaf að reyna að gera sko. Og það er svo sem, hvað ég segja, sama með þennan hér. Já, segðu mér frá þessum. Þetta er sem sagt ostur hérna frá Bíóbú. Já. Og þeir vildu hafa það í svona formi, svona 600, sem er svo sem ekki tiltökumál. Nema hvað þeir vildu ekki sko, þú veist, svona opnun að neðan, af því að osturinn er þá þungur, að hann gæti pompa niður. Og síðan má það heldur ekki vera eitthvað sem þú þarft að svona sitja saman og eitthvað svona dæmi, svona botnar. Þannig að þá þurft að finna út hvernig er best að líma þetta. Eins og ég segi, það er alltaf límingavélin, er alltaf vinur okkar hérna. Og þá sem sagt, að því það er ekki alveg hefðbundi botna á þessu út af forminu, að þá þurfti ég að finna út sem sagt laust hvernig þetta límist best. Og það er basically eins og ég þurfti að gera hérna. Þið sjáu þetta poppar aðeins út, en það sem við fundum eins og með kúnnanum sko, að þegar osturinn er komin í og þetta er komið svona og þetta staplast náttúrulega upp, að þá er þetta alveg niðri og ekkert vandamál sko. Þetta er hérna önnur svona skemmtileg. Þetta er bara til þess að þetta gangi upp í vélunar. Það er engin þannig sé ástæði fyrir því okkur þetta er þarna okkur, þú veist svona útlitslega sé. Þetta snýst þetta bara að reyna að gera þetta eins nett og hægt er. Þetta gangi ekki upp í vélarnar, þannig að kúnninn basically fær vöruna til sín á eins einfaldan hátt og framleiðslan þeirra þurfa ekki að fara að fjárfesta í eitthvað fullt af fólki til þess að setja þetta saman og svona sko. Akkurat. Þannig að þetta bara... Nei, það er bara eina manneskju og það er þú. Þú veist, það er svona nánast að það sé eins einfalt að hægt er sko. Mér finnst það svo skemmtilega. Og að flétta saman grafísku miðluna eða prentsmíðina við þessa ráðgjöf sem að safnast náttúrulega saman með meiri reynslu og þangað til að maður fari í svona einhver svona draumaverkefni. Þetta eru svona dúlluverkefni sko. Já, er þetta svona skemmtilegsta sem þú gerir að fá? Já, þetta er alltaf skemmtilegt, svona tilbreytingin á milli sko. Hvers vegna gerðir það? Þetta er sem sagt fyrir Special Tours hérna og hann er bara svona. Þessi er tekin af, það er svona smádúlleri og síðan sko, þú veist, flettist þetta svona og það er sem sagt, þetta er fyrir konfekt. Þetta er bara jólakonfekt. Þetta var vel gert hjá mér hérna. Æðislegt. Þú veist, þannig að þú opnar þetta og síðan bara kemur konfektið, það er í poka þannig að það er ekki að fara alveg að vella strax út sko. En hérna, þetta var svo sem hugmynd sem sko þau báðum er þetta að gera þetta aðkval og ég teiknaði þetta allt upp og náttúrulega til að láta þetta fungera sko. Þannig að það væri ekki hægt að nota þetta. Og þetta var bara svona eins og ég segi, þeim langaði að gefa sínum viðskiptavinum bara, þú veist, jólagjafir svona svo fólk er að gera í fyrirtækjum jólin og hérna, og þú veist, að því að þau eru náttúrulega með hvalskoðunar túra, að þá var það að láð það augum uppi að gera eitthvað svona. Og það var eiginlega mesta challenge sko, svona hvernig við ættum að hafa þetta, við erum tengjum það hérna. Þetta er bara svona frekar laust á sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þannig að hann sé svona krúttlegur og síðan sáu þau náttúrulega sko grafíkhönnunina. Það er einmitt skemmtilegt að hann er laus á, því að þá kemur þessi hérna. Það var akkurat málið sko. Já. Mátti ekki vera alveg of fastur sko. Mér langaði líka að spyrja þig að því, hérna er ég með umbúðir utan eldsteiktan kjúkling, kannski hafa einhverju tekið eftir þessu Þetta er notað í alls konar hluti þó að þetta sé allt merkt svona sko. Ég veit það bara, þetta er oft í krónunni. Já, en já, geturðu útskýrt fyrir mér, sko, COVID, afleiðingar af COVID á umbúða hönnun og framleiðslu í Íslandi. Hún var einhver, það ekki? Kannski ekki á umbúða hönnunina, en framleiðslan, hún allavega, það var engin minnkun í því sko. Nei. Þú veist, þannig að maður fann alveg fyrir því að fólk var ennþá að borða og ég tala nú ekki ég ætla ekki svona að fara út í nammineysluna á svona landi sko, en hérna, það er bara svo það sko. En eins og þetta eru akkurat svona matabók sem er mikið notuð og hérna, þú veist, þetta er ekkert að minnka. En tæknilega ég myndi samt segja að mætti samt líka alveg vera meira ef fólk myndi svona fatta að nýta sér þessa möguleika sko. Og hérna, sé endilega að kíkja líka til manns bara og skoða þetta sko. Af því að flókið er ekki endilega alltaf best. Það er líka yfirleitt, ég fæ rosalega oft til mín viðskiptavini sem er alveg komið með sko, alveg stjörnunir í augum, þetta á að vera svo spesial. En síðan kemur praktíkin inn sko. Og ég er alltaf til í að prófa eitthvað nýtt og þú veist að gera, reynum að gera eitthvað spennandi út í því.
En síðan kannski kemur það í ljós að það kannski kemst ekki alveg í gegnum vélarnar eða þú veist, það tekur smá meiri tíma fyrir þau að setja þetta saman, þetta er orðið svolítið meira flókið og þá endar það kannski bara í kassa, eða þú veist, svona einhverju rosalega basic, af því þau eru náttúrulega að reyna að halda kostnaðinum niðri og að hafa þetta eins svona umhverfisvænt og hægt er að það líti ekki út fyrir að vera rosa mikla pakningar, þú veist. Akkurat. Og svona hlutir, sko, þá stundum svona byrja fólk að trappa sig niður og líka akkurat funksjónina að þú veist, þetta var að vera að virka, sko, fólk á ekki að vera pirrað og frústrerað þegar það taka þetta allt upp og bara, þú veist. En er það ekki líka þín reynsla að þegar þú ert með viðskiptavininum í þessum ferli, að hann er líka að læra? Jú, alveg, algjörlega, og þá breytast hugmyndir? Það er alltaf þannig, sko, það er mjög sjaldan. Það er alltaf, þú veist, það sem er svo skemmtilegt, þú veist, maður er að tala við kúnna og við erum bara svona að, þú veist, hvað ég segja, að dansa með þetta, sko, það er svona, þú veist, ég man ekki eftir því að hafa lent á kúnna sem er eitthvað voðalega lokaður fyrir því að fá hugmyndir eða ræða, sko, hvernig er hægt að útfæra og svona, ég hef ekki hitt hann ennþá, þú veist, þannig að það er yfirleitt. Hvaðan svona, að því við töluðum áðan að það hefði kannski ekki verið mikill undirbúningur í náminu, en það var þetta ekki kannski ákveðið hvað er tísku, sko, þetta er svona, ég myndi segja svona 50-50, sko, þetta er náttúrulega undirbúin með því ég þarf, þó til dæmis að ég, sko, ekki búin að hanna til dæmis allt, ég hannaði enda þetta alveg frá aðtilögu, sko, þú veist, líka grafíkina, en kannski ekki þetta, en sko, þetta er svona 50-50, stundum þarf ég að hanna fyrir kúnna, stundum tímur viðskiptavinnin ekki endilega, kannski er þetta svona startup fyrirtæki eitthvað, er ekki alveg að tíma að fara með þetta á auglýsingastofunnar eða eitthvað og kannski vilja bara svona, þú veist, gera bara grunn og síðan taka þetta á auglýsingastofu þegar þetta komið út í eitthvað aðeins meira, þú veist, og þá þarf ég að hanna og það náttúrulega hjálpa grafíska miðlunum mér náttúrulega svakalega, þú veist, alveg svo, og ég er náttúrulega líka reyndar að vinna í umbróti plús umbúðir, sko, þannig að ég svona er alveg flakka fram og tilbaki í þessu, en þetta tengist náttúrulega rosalega. Það sem ég lærði ekki í skólanum er, sko, púsl og þrívítarvinnan, skilur, að þú veist, ég er náttúrulega allt annað forrit sem við notum hætti CaseMake og sem er svona sérstaklega til að gera, þú veist, hérna teikningar fyrir þetta og skýra út og þú veist, og þetta er eitthvað sem maður þurfti svona að temja sér. Og þú veist, en maður fann það samt. Og læra sjálfur eða? Nei, ég fekk náttúrulega mínir forverar, sko, hérna, eins og þau voru, hérna, þetta Hanna Magga og Davíð Valdimars, sem kendu mér, sko, þú svona áður en þau og Mandi var akkurat, Mandi mér sem var með þeim á sem tíma. Við þekkjumst svo sem flest öll hérna í þessum bransa, sko. Þannig ég fekk svona þannig og síðan er ég búin að, ég líka þakka, sko, Gunni hérna, Gunnar sem er á límingavélinni hjá okkur. Hann er algjör, sko, alfræði orðabók, hann er búin að vinna, sko, við svona í, sko, 10 ára. Þannig ég kem aldrei að, sko, tómu konum ef ég er að spyrja hann sérstaklega varðandi, sko, reynsli í gegnum vélarnar, þú veist, fyrir framleiðsluna. Akkurat. Og maður líka gott að eiga gott samband við hana því það er ekkert leiðilegra heldur en ef ég siti eitthvað á stað og síðan kemur hann, þetta fer ekki í gegnum vélina, hvað varst að hugsa, skilur? Þannig að maður að spyrja hann fyrst, hvort hann sé ekki örugglega sáttur, hann leggi blessun sér niður þetta. En þetta er akkurat bara búið að vera reynsla og bara svona byggjast upp með árunum, sko. Já, einn af þeim sérfræðingum sem þú nefndir, María Amanda Ívarsdóttir, hún kennir einmitt námskeið í umbúðahönnun hér. Þannig að við erum að reyna að byggja upp þekkingu svona í litlum skrefum til þess að aðrir njóti. Ég held líka að það sé bara mjög gott fyrir, sko, þú veist, akkurat, ég lendi náttúrulega, ég tek rosalega mikið við efni frá auglýsingastofum og líka bara frá einstaklingum og kúnnum og svona og ég held að það sé akkurat bara hollt fyrir ef þau hafa áhuga á því að fara akkurat á svona námskeið því að það stundum væri svo gott að fá smá innsýn inn í það því að stundum sko sendaði manni tilbúið efni og maður svona, þetta er ekki alveg sko, stundum stansateikningar sem við erum tilbúinu sem við byggum til í Illustrator eða eitthvað sko og maður svona, þetta gengur ekki alveg upp sko. Mikilvægt bæði fyrir markaðsfólk og hönnuði á auglýsingastofum að fara bara í gegnum bara þennan grunn. Algjörlega, þú veist, ég mæli með því auðvitað ekkert, ég meina þau geta alltaf að tala við mig ef það er eitthvað vandamál, ég bendi þeim alltaf á ef það er eitthvað sem við þurfum að breyta og svona en ég held að það sé bara gott alveg svo fyrir okkur öll að maður svona fá aðeins innsýn inn í þú veist, hvernig aðrir vinna þegar þú ert að fara að skila og svona, þú veist, alveg svo ég fer tala við mína límingavél og þá þurfa þau að kannski tala við okkur áður en þau skila sér efnin í staðinn fyrir að kannski vera búin að eyða margra klukkutíma vinnu að búa til stans í, þú veist, Illustrator til dæmi, ég tek bara sem dæmi og síðan gengur hann ekki upp, þú veist, og síðan kem ég og sé bara strax, nei, þú veist, límflipun verður að hér, þú þarft að færa þetta, þessi rifa getur verður að vera hérna 3 mm, má ekki vera hérna 1,5, svona hlutir, og þá ertu kannski búin að eyða öllum þessu tími í staðinn fyrir að hafa að tala við mig fyrst. Og peningum, í staðinn fyrir að hafa kannski tjekka á prentsmiðjunni, er þetta ekki eitthvað sem er hægt að gera og svona, og ég var að hugsa um þetta og hérna, og þú veist, og þá getur við bara, ég get alltaf hjálpað, sko, ef það eru einhver spurningar, ég er alltaf að segja þetta við fólk. Spurðið frekar áður en þið eyðið sko margar klukktíma vinnu sama með sko í umbroti. Þú
þú veist, þegar fólk er að búið að hanna heilu bækurnar og síðan er þetta allt vitlaust uppsett og þú þarfst að breyta svo miklu og litirnir allir í rugli og þú veist svona hlutir, sko. Þá er betra að spyrja. Það er enginn nóg stoltur í að spyrja bara, viljið ekki fá þetta svona? Jú, ok, frábært. En ég veit að þér finnst mjög gaman þegar þú fær verkefni eins og þetta. Já. Sko þessi náttúrulega var svo yndislegur, þetta er hann hérna Hafliði. Já. Þetta er sem sagt hann hérna Hafliði Mosabakari og hérna hann sem sagt var að koma með hérna, þú veist það er svolítið síðan núna en hann kom með hérna Ruby súkkulaði sem er bleika hérna típan af súkkulaðinu. Og hann gaf mér alveg þú veist svona svolítið lausan teiminn í að bara hanna fyrir sig sem sagt utan á og þú veist hann vildi bara hafa þetta svolítið þú veist næs. Og þú veist þetta var allan svona útkoma sem mér fannst skemmtilegust fyrir það að nota hérna bleiku fólíuna og svona því hann vildi fá svona smá aðeins öðruvísi sko. Þetta er fólía og það er alls konar. Við erum með fólíu, við erum með hérna svona sérlit, það var smá svona alveg fyllir í en við vorum bæði sátt saman og það er sem skiptir máli. Gaman að fara á svona umbúðafyllir í. Mjög skemmtilegt sko. En líka, en maður líka samt alltaf að passa sig sko, þó ég sé til dæmis með sko sérlit, ég er með sko fólíu og þrykkingu, þú veist, ég er búin að taka basically allan pakkan, þá er það samt ekki að fyrsta sem ég hugsa bara, ég ætla að reyna að setja alla fítus inn á þetta, bara það sem hentaði þessu. Stundum finnst mér það ekkert endilega að passa og þú veist, maður þarf alltaf að meta það, maður er ekki alltaf að reyna bara eitthvað, ég ætla að setja einn stýrt á þennan gullskap, þú veist, það er ekki þannig. En þetta er stílhreint samt? Já, þetta er bara svona stílhreint og einfalt og mér finnst það akkurat mjög skemmtilegt að hanna þegar ég fæ tækifæri til þess og það er svo sem oft gert, það er oft hendi mig upp í vinnu. Ég láti sjá oft svoleiðis hluti. Og þér finnst það ekki leiðilegt? Mér finnst það ekki leiðilegt, alls ekki sko, bara mjög skemmtilegt. Þú veist, því fjölbreyttara, því betra er það í mínum heimi sko. Hvernig þróast þetta? Þú veist, mér finnst þetta að þróast svolítið hratt. Já, umbúðirnar. Já. Hvað sér þú svona fyrir þér? Mér finnst sko, það er alltaf náttúrulega þróast alltaf meira og meira sko, það koma samt alltaf svona trend líka sko. Þú veist, núna trendið sko, ég hefði látt að koma með svoleiðis eski, en hérna, allt brúnt pappír, það er svo umhverfisvænt, Þó að við séum ofta að segja sko, eins og við erum svansóttu prentsmiða, að hérna, það er ekkert, þú veist, þú getur alveg nota þennan hvíta pappír, þú veist, hann er alveg þannig, en þá er það bara hvernig vitundin hjá almenning sko. Akkurat. Og þau vil alltaf brúnt og hérna, og það er orðið rosalega, bara, þú veist, svona, það er mjög vinsælt. Stundum ég verð að viðurkenna það sem hönnur alveg svolítið leiðigjarnt, sko, af því það er yfirleitt þegar það er brúnt, sko, að þá kannski bara að vera að prenta eitt lit, bara svartan, af því að strax þú ætlar að fara að setja, þú veist, gulan eitthvað, hann bara hverfur á pappír, þú veist, þú sér það ekki af því hann þarf að koma í gegn. Og svona hlutir, sko, þannig að þetta er orðið rosalega algengt að þetta er bara brúnt og síðan með svörtu letri og maður svona, boring. Það var svona svolítið. Já, hitt alveg umhverfisvænt. Algjörlega, sko. Það er bara náttúrulega allt, eins og segi, það er frá pappírnum upp í farvann og þannig eru svansóttu hérna, og við erum líka alltaf að skýra líka út fyrir fólki með endurunnin pappír, það er alltaf áttu endurunnin pappír, sko. Já. Og við segjum, nú skaltu aðeins fara yfir það, við skulum fara yfir það. Það er sko, þú veist, þetta er sko, svansóttin er náttúrulega, við erum sko, þetta er sjálfbært. Endurunnin oft, hérna, pappír, það er bara fullt af efnum og drasli, sko, sem er jafnvel ekkert umhverfisvænna heldur en, þú veist, því það er búið að nota svo rosalega mikið í það. Hjá okkur er það þannig að, sem sagt, hérna, að ef það til dæmis, þú veist, tekið eitt tré, þá eru plöntuð 3 í staðinn. Þú veist, þannig að þetta snýst alltaf að gera bransan sjálfbæran, þannig að við séum ekki ganga á, þú veist, landið á neins staðar og þetta sé bara, þú veist, akkurat umhverfisvænt með það. Þannig að það er stundum svolítið misskilningur að fólk haldi, þú veist, akkurat bæði að hvíti pappírinn eða bara pappír, ef hann er ekki endurunnin, að hann sé ekki umhverfisvænn, en það er eiginlega akkurat auðvitað. Endurunnin er orðin eiginlega óumhverfisvænni vegna allrar efnanotkunar sem er notað í það til þess að gera. Og sér náttúrulega bara gott að þetta brotna niður og allt þetta, sko. Það er náttúrulega númer 1 og 3 með það. Heldur þú þessi vöxtur haldi endalaust áfram? Ég vona það, með við hvaða bransa ég vinn í. En hérna, jú, ég meina, ég sé allavega ekkert svona teikna á lofti með að það ætti að breytast, ekki nema að koma inn eitthvað undra efni, þú veist, eitthvað nýtt, ég veit ekki, plastefni sem bara gerir allt bara vitlaust, sko. Eitthvað svona sem er umhverfisvænt og, þú veist, allur pakkinn, sko. Að þá er þetta náttúrulega alltaf svona góður kostur. Og hérna, og það er líka, þú veist, þess að ég segi, það er bara hérna, þú veist, þess að ég segi, hvað fólk er að velja í pappír og allt þetta, það skiptir allt máli. Ég heldur andra samt að Íslendingar eru svolítið eitt svona innsýn inn í Íslendingin, sko. Það er að, hérna, við elskum að vera í eins þykkum pappír og hægt er, þó við þurfum þess ekki. Við höfum tekið svolítið eftir því upp í vinnu, hérna, upp í Brekknadóta,
Það er alveg, þú kemur með svona, það er kannski engin þyngd að fara í vöruna en hún þarf samt að vera sko í ykkurum 500-600 gram, já getur við ekki, þetta þarf þetta að vera í bylgju, bylgjupappa, maður af hverju, þú veist, erum við ekki að reyna að samt á kostnaðurinn að halda niðri sko og við stundum hana, við erum rosalega svona algengt að Íslendingurinn er rosalega svona æstir í þetta. Ég held að ég sé bara þeirra á meðal. Já, örugglega, það er fullt af svoleiðis skilur fólki en við höfum alveg stundum með þess að prófa að kaupa pappír sem er rosalega mikið notaður í Evrópu og svona sem er aðeins þynnri til þess að halda kostnaðinn niðri sem er kannski svona grára innan og meira svona eins og myndir sjá þetta með ljósapyrrur eða eitthvað svoleiðis svona osram, eitthvað svona pappír. Íslendingur bara nei, það er ekki sem sko. Þetta þarf að vera meira fancy sko, þó að þetta sé nákvæmlega sama vara kannski eða svona svipuð. Og það er rosalega svona ríkt í okkur. Já, en svo er líka margt sem er ekki hægt að gera á Íslandi. Já, alveg fullt. Alveg fullt. Það er náttúrulega bara, við erum það lítill markaður og það er erfitt fyrir okkur að vera samkeppnishæf sko við svona sumt eins og ég segi, það er hérna eins og svona, það eru mörg fyrirtæki á Íslandi sem eru bara, er að flytja inn, skilurðu, eru bara með kontaktaðal úti og eru að flytja inn. Við til dæmis við erum algjörlega framleiðslufyrirtæki, við erum alveg frá A til Ö að framleiða allt sem við erum að búa, allt sem við erum að gera. Ég fæ það akkurat líka oft frá kúnum, bara já en þessi hérna, þú veist, annar hérna samkeppnisaðili okkar kannski, já hann getur reddað þessu, ég alveg já en hann kaupir þetta úti, það er ekkert mál, hann má gera það, en þetta er ekki framleitt á Íslandi og þú þarf kannski að bíða nokkra mánuði meðan þú bíður í 2 vikur hjá okkur. Akkurat. Þú veist, þannig að okkur finnst það svona oft mikilvægt að við erum oft að segja, við erum framleiðslufyrirtæki, en það fylgir því akkurat ákveðna hömlur að við erum ekki að fara að fjárfesta stundu kannski í vélum þegar það er kannski 2 aðilar á Íslandi sem langaði að fá að gera þetta. Skilurðu, og þá náttúrulega borgar það sig ekki fyrir okkur að kaupa 10 milljóna króna tæki fyrir eitthvað sem er ekki markaður, nógu stór markaður fyrir til þess að haldi sér sko. Einmitt. Það er það sem ég held að sitja stoppa okkur öll bara í bransanum er svona, þú veist, eins og ég segi, hvar maður setur mörkin og hvar, þú veist, hvað við viljum bjóða upp á. Þannig að þetta er í raun og veru bara nokkuð afmarkaður markaður. Já, svona þú veist, þó maður reyna eins og ég segi, við erum samt svona Íslendingar, við erum alltaf að reyna að redda öllu sko, maður reynir stundum að finna lausnir á ykkur sem enginn átt að geta gert en við reynum yfirleitt einhvern veginn að redda okkur út úr þessu sko, þú veist, ef það er eitthvað þannig. Það er alveg, eiginlega bara allt fyrirtæki þannig, ég held að það sé nú bara bransinn í Íslandi, við erum alltaf svona, já, ef við gerum þetta svona, þá gengur þetta. Geggjað, við gerum þetta. Það er svolítið þannig sko. Svo bara ein spurning í lokin. Já. Vinnan, hún er augljóslega áhugamálið þitt. Já, það er ekki þetta að fara með mér út í búð sko, þú getur gleymt því sko. Það er alveg, ég skoða allt. Þetta er bara stálka heillinnar. Já, ég er svona sko, bara hvað voru þeir að sitja svona núna? Þú veist, eða þá kannski býtu þeir farnir til samkeppnisaðila og segja, já nú er þetta loksins komið til okkar, skilur eitthvað svona, það er alveg, hinnir gera það örugglega líka. Það er bara þannig. Þetta er alveg harður bransi. Takk fyrir spjallið, bara gaman að hafa þig. Takk.